Góðan daginn. Ég set hér fyrsta fund nýrrar sveitarstjórnar Múlaþings og ég fæ það hlutverk að því ég hef víst setið lengst í sveitarstjórn Múlaþings og er ákveðin aldursforseti þrátt fyrir en ég ætla nú að fara vel með það. En ég ætla að byrja á því að bera fram með afbrigðum að það tillögu að bæta við dagskrárlið hér í dag. Þannig að það þarf að gera hérna í upphafi, það er þá 10. liður. Samgönguáætlun 2006 til 2040. Orðið er laust yfir þann lið og þá tillögu ef einhver vill kveða sér hljóðs. Svo er ekki og þá bið ég ykkur að gefa merki hvort þið samþykkið að sá liður fari á dagskrá. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í fyrsta dagskrálið sem er kosning fulltrúa í embætti, stjórnir, ráð og nefndir. En fyrir liggja tillögur kosningu fulltrúa í embætti, stjórnir, ráð og nefndir sveitarfélagsins. Og ég er hér með tillögu að Jónína Brynjarsdóttir verði forseti sveitarstjórnar. Orðið er laust ef einhver kveður sér hljóðs. Svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu upp og Jónína Brynjarsdóttir verði forseti sveitarstjórnar og þeir gefi merki sem eru því samþykkir. Það eru allir því samþykkir. Og þá fel ég nýjum forseta sveitarstjórnar Múlaþings. Fundin, gjör svo vel. Takk fyrir það, ég þakka traustið og við munum halda hér áfram í lið nummer 1 sem er kosning fulltrúa í embætti, stjórnir, ráð og nefndir. Þetta er heljarinnar lesning og mikið kjör. Forseti leggur það til að það verði ekki opnað sérstaklega fyrir mælendaskrá en menn geri vart við sig að þeir óski eftir því undir einhverjum lið. Þannig að forseti taki ekki sérstaklega fram, en þið getið þá látið vita óskið eftir því að taka til máls undir eitthvað af þessum liðum. Hefst á leksturinn. Kosning fulltrúa í embætti, stjórnir og nefndir. Nú fer fram kosning fyrsta og annars varaforseta. Tilnefndir eru fyrsti varaforseti Berglind Harpa Svavarsdóttir af D-lista, annar varaforseti Ásrún Mjöll Stefánsdóttir af VAFF-lista. Þeir sem samþykkja það réttu hönd, samþykkt samhljóða. Kosning skrifara. Aðalmenn, Einar Freyr Guðmundsson D-lista, Hólmfríður Rut Einarsdóttir L-lista, varamenn Þórey Birna Jónsdóttir B-lista og Lárus Bjarnason M-lista. Þeir sem samþykkja það réttu hönd. Takk fyrir það. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir með vísan til 4. málsgreinar 47. greinar sveitarstjórnarlaga. Samþykki sveitarstjórnar fari verði eftir ákvæðum 3. málsgreinar 47. greinar sömu laga þegar varamenn eru kallaðir til setu á fundum í nefndum, stjórnum og ráðum þar sem lagðir voru fram sameiginlegir listar við kjör viðkomandi nefndir og þeir eru sjálfkjörnir eða kosið var milli þeirra hlutfallskosningu. Þýðir einfaldlega það að listarnir geta kallað inn varamenn eftir sínum listum. Hefst á kosning í byggðarráð. Þeir sem samþykja þetta fyrirkomulag réttu hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í kosningu í byggðarráð. Tillaga aðalmenn Berglind Harpa Svavarsdóttir D-lista, formaður Eiður Ragnarsson B-lista, varaformaður Þórhildur Katrín Stefánsdóttir D-lista, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir VAFF-lista og Lárus Bjarnason M-lista. Þeir sem samþykja það réttu hönd. Takk fyrir það. Samkvæmt 1. málsgrein 50. greinar sveitarstjórnarlaga hafa framboðsaðilar sem ekki fá kjörin fulltrúa í byggðarráð rétt á að tilnefna áheyrnarfulltrúa í ráðið. Áheyrnarfulltrúi verður Hólmfríður Rut Einarsdóttir L-lista. Sveitarstjórnarfulltrúarnir Lárus Bjarnason og Hólmfríður Rut Einarsdóttir leggja fram eftirfarandi bókun kjör í byggðarráð. Þar sem byggðarráð er kjörið til 1 árs í senn, samanber 27. greinar samþykktar stjórn Múlaþings, hafa L-listi og M-listi komið sér saman að skipta sæti í ráðinu á milli sín þannig að á fyrri helming kjörtímabilsins, starfsárin 26-27 og 27-28, muni fulltrúi M-lista, Lárus Bjarnason, sitji sem aðalmaður í byggðarráði. Seinni helming kjörtímabilsins, starfsárin 28-29 og 29-30, mun Lárus láta störfum og fulltrúi L-lista Hólmfríður Rut Einarsdóttir verða kjörin sem aðalmaður í hans stað. Varamenn flokkana muni taka sæti með sama hætti á kjörtímabilinu. Jafnframt muni listarnir skipta með sér rétti til tilnefningar til áheyrnarfulltrúa í byggðarráði með samsvarandi hætti á tímabilinu. Þessu pólitíska samkomulagi verður fylgt eftir við árlega skipan í byggðarráðs á fyrsta fundi hvers starfsárs sveitarstjórnar. Því hér komið á framfæri og bókast sem slíkt. Þá komið í kjör í fjölskylduráð. Þar liggur fyrir tillaga Jónína Brynjarsdóttir B-lista sem formaður,
Einar Freyr Guðmundsson D-lista sem varaformaður, Herdís Magna Gunnarsdóttir D-lista, Björg Eyþórsdóttir B-lista, Guðgeir Einarsson B-lista, Jóhann Hjalti Þorsteinsson L-lista og Erlingur Hjörvar Guðjónsson M-lista. Og þeir sem samþykja það réttu pönt, það er samþykkt samhljóða. Varamenn eru þá Brynja Pálmi Ásgeirsson B-lista, Erla Gunnlaugsdóttir B-lista, Þórey Birna Jónsdóttir B-lista, Guðný Lára Guðrúnardóttir D-lista, Silvíu Ösp Jónsdóttir D-lista, Urður Arna Ómarsdóttir L-lista, Berglind Sveinsdóttir M-lista. Og tek það til samþykktar, þeir sem samþykja það réttu pönt, það er samþykkt samhljóða. Samkvæmt 1. málsgrein 50. greina sveitarstjórnarlaga hafa framboðsaðilar sem ekki frá kjörin fulltrúa í fastanefnd með fullnaðarafgreiðslu heimild rétt á að tilnefna áheyrnarfulltrúa í ráðið. Áheyrnarfulltrúi í fjölskylduráði er sem hér segir Sigríður Lára Sigurjónsdóttir VAF-lista. Varaáheyrnarfulltrúi er Helgi Hlynur Ásgrímsson VAF-lista. Og ég ekki samþykja það? Nei, það kemur sjálfkrafa. Þá fer fram kjör í umhverfis- og framkvæmdaráð. Aðalmenn Þórhildur Katrín Stefánsdóttir D-lista formaður, Þórey Birna Jónsdóttir B-lista varaformaður, Guðmundur B.J. Hafþórsson B-lista, Þórhallur Borgarsson D-lista, Þórir Stefánsson D-lista, Glúmur Björnsson VAF-lista og Ásrún Mjöll Stefánsdóttir VAF-lista. Og þeir sem samþykja það réttu pönt, það er samþykkt samhljóða. Varamenn Ólafur Arnar Hallgrímsson D-lista, Gabriel Arnarsson D-lista, Skarphéðins Smári Þórhallsson D-lista, Eiður Ragnarsson B-lista, Björg Eyþórsdóttir B-lista, Guðrún Ásta Tryggvadóttir VAF-lista og Helgi Hlynur Ásgrímsson VAF-lista. Þeir sem samþykja það réttu pönt. Samkvæmt 1. málsgrein 50. greina sveitarstjórnarlaga hafa framboðsaðilar sem ekki fá kjörin fulltrúa í fastanefnd með fullnaðarafgreiðslu heimild rétt á að tilnefna áheyrnarfulltrúa í ráðið. Áheyrnarfulltrúar í umhverfis- og framkvæmdaráði eru eins og hér segir Hannes Karl Hilmarsson M-lista, Hólmfríður Rut Einarsdóttir L-lista og varaáheyrnarfulltrúar þeirra eru Stefán Bragi Birgisson M-lista, Jóhann Hjalti Þorsteinsson L-lista. Nú fer fram kjör fulltrúa sveitarstjórnar í 4 heimastjórnir. Heimastjórn Borgarfjarðar, aðalmaður Ásrún Mjöll Stefánsdóttir VAF-lista, varamaður Helgi Hlynur Ásgrímsson VAF-lista. Þeir sem samþykja það réttu pönt, samþykkt samhljóða. Heimastjórn Djúpavogs, aðalmaður Þórey Birna Jónsdóttir, varamaður Jónína Brynjólfsdóttir. Þeir sem samþykja það réttu pönt. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs, aðalmaður Eiðar Ragnarsson, varamaður Þórey Birna Jónsdóttir. Þeir sem samþykja það réttu pönt. Heimastjórn Seyðisfjarðar, aðalmaður Einar Freyr Guðmundsson formaður, varamaður Ívar Karl Hafliðason varaformaður. Þeir sem samþykja það réttu pönt. Yfirkjörstjórn. Í samræmi við ákvæði 17. greina kosningalaga nr. 112/2021 kýs sveitarstjórn eftirtalda í yfirkjörstjórn. Þeim er jafnframt falið að hafa yfirumsjón með starfi undirkjörstjórna í sveitarfélaginu og þarf að vera hverfiskjörstjórn á kjörstað á Egilsstöðum. Aðalmenn Stefán Þór Hauksson, Arna Soffía Dahl Kristjansen, Guðni Sigmundsson, varamenn Ólafsdóttir, Ásdís Þórðardóttir, Alda Marín Kristínsdóttir. Þeir sem samþykja það réttu pönt, það er samþykkt samhljóða. Með vísan til heimilda í lögum er kjör í undirkjörstjórnir frestað, sennilega til næsta fundar. Þá er komið að kosningu fulltrúa í stjórn Hef Veitna. Aðalmenn Ívar Karl Hafliðason D-lista, Eiður Ragnarsson B-lista, Ágústa Björnsdóttir D-lista, Helgi Hlynur Ásgrímsson VAF-lista, Hólmfríður Rut Einarsdóttir L-lista frá 1. júní 2026 til 31. maí 2028, fulltrúi M-lista frá 1. júní 2028 til 31. maí 2030. Nei, það þarf ekki að koma því að það er kosið árlega í stjórn Hef á aðalfundi Hef. Nei, hann er aldrei vanhæfur. Ekki í svona kosningum. Svo það sem tekið fram þá erum við ekki vanhæf til að kjósa okkur sjálf á svona fundi. Nei, hann er bara að kjósa yfir stjórnir vinnustöðans. Já, eins og margir aðeins. Herði, þá tökum við það til samþykki kosning Hef. Stjórn Hef er kosin á aðalfundi Hef og það þarf að boða hluthafafund til tilkynna slíkt og síðan árlega er haldinn aðalfundur Hef þar sem stjórn er endurkjörin. Þeir sem samþykkja kjörið, því réttu pönt. Samþykkt samhljóða.
Varamenn Þórir Stefánsson D-lista, Ólafur Arnar Hallgrímsson D-lista, Guðmundur B. Hafþórsson B-lista, Helgi Ómar Bragason V-lista, Baldur Pálsson L-lista frá fyrst... Nei, Páll Baldursson. Nei, afsakið. Páll Baldursson L-lista frá 1. júní 2026 til 31. maí 2028. Fulltrúi M-lista frá 1. júní 2028 til 31. maí 2030. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Ungmennaráð. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra og starfsmanni ungmennaráðs að kalla eftir tilnefningum við ráðið í samræmi við erindisbréf ungmennaráðs. Þeir sem samþykkja það réttu pönd. Samþykkt samhljóða. Öldungaráð. Aðalmenn Einar Freyr Guðmundsson D-lista, Erla Gunnlaugsdóttir B-lista, Jóhann Hjalti Þorsteinsson L-lista frá 1. júní 2026 til 31. maí 2028, Lárus Bjarnason M-lista frá 1. júní 2028 til 31. maí 2030. Varamenn Herdís Magna Gunnarsdóttir D-lista, Björg Eyþórsdóttir B-lista, Hólmfríður Rut Einarsdóttir L-lista frá 1. júní 2026 til 31. maí 2028, Berglind Sveinsdóttir M-lista frá 1. júní 2028 til 31. maí 2030. Og þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Það samþykkt samhljóða. Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að kalla eftir tilnefningu 3 aðalmanna og 3 varamanna frá félögum eldri borgara í Múlaþingi og 1 fulltrúa og 1 vara frá HSA. Samráðshópur málefni fatlaðs fólks. Aðalmenn Unnur Ólöf Tómasdóttir D-lista, Guðgeir Einarsson B-lista, Guðrún Ásta Tryggvadóttir V-lista, varamenn Guðný Margrét Hjaltadóttir D-lista, Eygló Jóhannsdóttir B-lista, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir V-lista. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Sveitarstjórn samþykkir að fela fjölskylduráði að kalla eftir tilnefningum 3 fulltrúa og 3 til vara frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks. Fulltrúa sveitarfélagsins á haustþingi og aðalfundi samband sveitarfélaga á Austurlandi SSA. Samkvæmt samþykktum SSA eru allir kjörnir fulltrúa sveitarstjórnar fulltrúa þessu haustþingi og aðalfundi SSA og skipta þar hlutfallslega með sér atkvæðafjölda sveitarfélagsins. Varamenn kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn eru jafnframt varamenn þeirra á haustþingum og aðalfundum SSA. Og þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Það samþykkt samhljóða. Almannavarnanefnd. Í samræmi við samkomulag skipan sameiginlegra almannavarnanefndar í umdæmi lögreglunnar á Austurlandi situr sveitarstjóri í nefndinni sem fulltrúi sveitarfélagsins. Sveitarstjórn staðfesti því Dagmari Stefánsdóttur sem aðalfulltrúa en varafulltrúi Hlynur Jónsson. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Samþykkt samhljóða. Stjórn Árssala BS. Aðalmenn Dagmari Stefánsdóttir og Ingvar Rafn Stefánsson, varamenn Hlynur Jónsson og Anna Alexandersdóttir. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands, aðalmaður Björn Ingimarsson, varamaður Dagmari Stefánsdóttir. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Heilbrigðisnefnd Austurlands, aðalmenn Jónína Brynjólfsdóttir og Helgi Hlynur Ásgrímsson, varamenn Þórhallur Borgarsson og Jóhann Hjalti Þorsteinsson. Og þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Landsþing Sambands Íslenskra sveitarfélaga, aðalmenn Berglind Harpa Svavarsdóttir D-lista, Ívar Karl Hafleðarsson D-lista, Jónína Brynjólfsdóttir B-lista og Ásrún Mjöll Stefánsdóttir V-lista. Varamenn Þórhildur Katrín Stefánsdóttir D-lista, Einar Freyr Guðmundsson D-lista, Eiður Ragnarsson B-lista og Helgi Hlynur Ásgrímsson V-lista. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Samþykkt samhljóða. Stjórn Brunavarna og héraði, aðalmenn Dagmari Stefánsdóttir og Ingvar Rafn Stefánsson, varamenn Hlynur Jónsson og Hugrún Hjálmarsdóttir. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönd. Það samþykkt samhljóða. Stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga, aðalmaður Þórhallur Borgarsson, varamaður Jóhann Hjalti Þorsteinsson. Þeir sem samþykkja það réttu pönd. Stjórn Vísindagarðsins EHF, aðalmenn Dagmari Stefánsdóttir og Ívar Karl Hafleðarsson, varamenn Hlynur Jónsson og Jónína Brynjólfsdóttir. Þeir sem samþykkja. Ætla að fá taka til máls? Já, ég opna mælendaskrá undir stjórn Vísindagarðsins. Yes. Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnar fulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, aðra fundamenn. Mér finnst þetta líta ekki nógu vel út. Það annars vegar fulltrúi stjórnsýslunni og hins vegar einn kjörinn fulltrúi. Það á bara að vera annað hvort. Því að ef að þetta eru 2 frá pólitíkinni þá kemur annað frá
frá minnluta en sem sagt, já, við eigum ekki vera með svona nefndir og ráð. Við vera með skýrt annarkvort embættismenn eða kjördæmisfulltrúa. Þannig að ég get ekki samþykkt þetta. Takk. Ég ætla að beða fyrsta forsetum að taka við stjórn fundar þess að forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið morðingjarsvar. Forseti var nú gott fundafólk. Já, ég skil svo sem þess að vangaveldi og segði svona fulltrúa Helga Hlen Ásgrímssyni. Engu að síður þetta fyrirkomulagi sem í dag og það kemur til af því að í stjórn Vísindagarðs eru 3 sæti. Við áttum bara 1 sæti, síðan eykst hlutdeild okkar í Vísindagarðinum og við fáum 2 stjórnarsæti og þetta gerist á síðastliðnu kjörtímabili. Það sem var tekin ákvörðun þá í byggðaráði var að setja sveitarstjórnarfulltrúa og ég var Karl Hafleðarsson þarna inn og það var nú kannski ekki síst fyrir hans þekkingu frekar heldur pólitík af því að þarna eru þetta með húsnæði sem við eigum með ríkinu og við höfum verið að reyna að þrýsta á ríkið að annarkvort að láta það eftir í hendur okkar og erum núna í einhverjum skoðunum möguleg makaskipti á öðru húsnæði því að Vísindagarðurinn húsnæði út á Vonarlandi og það okkur mjög mikilvægt að ná að byggja það upp og við náum ekki að byggja það upp þegar ríkið vill ekki setja fjármuni í það. Þetta hefur alltaf verið farið með samtalið við allt sem tengist Vísindagarðinum í gegnum byggðaráð og ég reikna með því að það verður svo sem áfram. Ég get skilið þessar áhyggjur og ég get alveg skilið að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur vilji sitja hjá eða vera á móti þessu en þetta samræmi við fyrirkomulagið eins og í dag. Hvort að það komið til tals að breyta hefði þetta verið gott að fá upplýsingar fyrir sveitarstjórnarfundi núna en við en ég sé svo sem enga ástæðu til þess að breyta þessu frá því sem mikið af því sem við erum að setja starfsmenn okkar í til dæmis ekki launað, á dagvinnutíma og annað og eru kannski eitthvað sem maður má telja séu svona ángar af sveitarfélaginu og ég tel Vísindagarðinu raun og veru vera svolítið ánga af því, þetta snýst kannski rekstur húsnæðisins fyrst og fremst. Þannig að já, ég hef lokið máli minni, takk. Já, Jón hefur lokið máli sinu, ekki á fleiri, Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjör svo vel. Forseti, já, ég veit alveg að þetta fór í gegnum byggðaráð og ég greiddi ekki atkvæði gegn þessu þar og ég ætla heldur ekki að greiða atkvæði gegn þessu hérna en þetta bara, við eigum ekki verið með svona, bara og ég var búinn að orða þetta við sveitarstjóra fyrir fundin. Þetta ekkert stórmál að Ívar sé þarna og ég veit að hann hefur alveg vitað þessu allt það en þetta bara prinsip, við eigum aldrei að vera með svona nefndir. Takk. Helgi Hlynur hefur lokið máli sinu, fleiri sem vilja kausa hljóðsund í þessum lið. Svo ekki þá fel ég forseta aftur stjórn fundarins. Og þá tökum við til afgreiðslu kosningu í stjórn Vísindagarðsins. Þeir sem samþykkja hana réttu pönt. Nú reynir að skrifa réttu pönt. Samþykkt minn. Já, og þeir sem sitja hjá. Þeir sem sitja hjá, samþykkt minn í atkvæðum, þeir sitja hjá. Þá erum við komin í svæðisráðs Vatnajökulsþjóðgarðs. Aðalmenn Eiður Ragnarsson B-lista, Pétur Heimisson V-lista, varamenn Jónína Brynjarsdóttir B-lista og Guðrún Smith V-lista. Þeir sem samþykja það réttu pönt. Það samþykkt samhljóða. Stjórn Náttúrustofu Austurlands, aðalmaður Stefán Bogi Sveinsson, varamaður Lárus Bjarnason. Þeir sem samþykja það réttu pönt. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 2. Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Múlaþingi 2026. Fyrir liggur til kynningar greinargerð yfirkjörstjórnar Múlaþings úrslit sveitarstjórnarkosninga sem fóru fram 16. maí 2026. Sveitarstjórnarkosningarnar fóru fram í Múlaþingi 16. maí 2026. Kjörstaðir voru 4, það að segja í Menntaskólanum á Egilsstöðum á Fljótsdalshéraði, Grunnskólanum á Borgarfirði, Tryggvabúð á Djúpavogi og Íþróttamiðstöðin á Seyðisfirði. Í Múlaþingi öllu voru 3660 á kjörskrá. Atkvæði greiddu 2425, þar af 337 utan kjörfundar. Kjörsögn var því 66,6%. Talning atkvæða fór fram í Menntaskólanum á Egilsstöðum og hófst klukkan 1:05 aðfaranótt 16. maí 2026 og var henni lokið klukkan 02:15. Talin voru 2630 atkvæði sem skiptust svona. B-listi Framsóknarflokks 619 atkvæði og 3 fulltrúakjörnir.
B-listi Sjálfstæðisflokks 773 atkvæði og 4 fulltrúakjörnir. L-listi Austurlistans Viðreisnar í Múlaþingi 287 atkvæði og 1 fulltrúakjörinn. M-listi Miðflokks 378 atkvæði og 1 fulltrúakjörinn. VAF-listi VAFG og óháðra 498 atkvæði og 2 fulltrúakjörnir. Auðir seðlar voru 65 og ógildir seðlar voru 10. Þessi fundarlög eru lagðir fram til kynningar en ég opna mælendaskrá ef einhverju vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki og þá er þetta hér lagt fram til kynningar. Liður númer 3. Ráðningarsamningur sveitarstjóra. Fyrir liggur ráðningarsamningur sveitarstjóra dagsettur 1. júní 2026. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi ráðningarsamning við Dagmari Stefánsdóttur. Samningur verður birtur á vefsíðu sveitarfélagsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Helgi Hlynur Ásgrímsson gjörðu svo vel. Ég held alveg að samþykkja þennan samning en hérna samt aðeins að gera grein fyrir atkvæðunum. Mér finnst þessi verðbólga í framkvæmdastjórum sveitarfélaga á Íslandi algjörlega galin. Þetta eru launakjör sem eru bara úr öllum takti við venjulega raunveruleika Íslandi. Það var verið að tilkynna það núna á Akureyri að það kostar hátt í 4 milljónir hver mánuður hjá framkvæmdastjóra sveitarfélagsins. Þetta er alveg galið. Þetta er komið út fyrir öll röggræn mörk. Okkar sveitarstjóri er ekki í toppnum þarna en ég meina flestir af okkur starfsmönnum eru bara að fara inn í þeir bara ráðningssamninga og það þarf að fara að taka til í þessum heimi á Íslandi. Þetta getur ekki haldið áfram að hækka bara og hækka. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máls og næst í pontu Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Mér langar hérna bara svona í kjölfar þess að Helgi Hlynur kom hérna upp að koma hér einnig upp. Hann er með ákveðnar hugleiðingar varðandi laun og starfi en það langar mig líka bara svona aðeins að koma upp og koma með mínar hugleiðingar. Ég er bara ánægð með okkar sveitarstjóra, hún er búin að standa sig gríðarlega vel á síðasta tímabili. Við vitum að við vorum hér í dag til dæmis að setja annan lið með afbrigðum á dagskrá er varðar samgöngumál. Þetta er gríðarleg vinna að vera sveitarstjóri og það eru ákveðin föst laun, það er engin yfirvinna greidd, þú ert bara með síman opinn allan sólarhringinn og ég er bara ánægð með það að við séum bara með fólk sem er bara til í að vera á vaktinni bara allan sólarhringinn, allan ársins hring, allt kjörtímabilið. Þetta er rosaleg vinna og varðandi launakjörin og þá var alveg skoðað hver launakjör eru hjá sveitarstjórum í álíka sveitarfélögum og samt eru við aðeins lægri þar. Við settum þetta aðeins lægra. Þannig að ég ætla bara að þakka Dagmari Stefánsdóttur, sveitarstjóra, fyrir að taka við þessu starfi, að halda áfram starfi fyrir sveitarfélagið. Við erum bara eins og við höfum oft orðað út í miðri á með bara fullt af málum. Við erum bara eins og ég segi, bara í varnarbaráttu á svo ótrúlega mörgum sviðum og við verðum bara að vera með öflugt fólk allstaðar og hér sitjum við ný sveitarstjórn og mér líst bara alveg gríðarlega vel á bara hvert sæti hérna inni og ég finn það bara strax að við munum starfa vel saman og mér finnst bara mjög mikilvægt að við höfum okkar öfluga sveitarstjóra áfram og ég tel að við séum ekkert að gefa í rauninni fram yfir eitthvað sem eðlilegt er í hennar störfum, heldur erum við meira að segja aðeins lægri. Þannig að mér langar bara að þakka fyrir að hún hafi tekið við að vera sveitarstjóri og óskanni alls gengis eins og okkur öllum. Takk. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið málsinu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í fundartíma sveitarstjórnar. Fyrir liggur tillöga reglulegan fundartíma sveitarstjórnar Múlaþings og boðun aukafundar 1. júlí 2026. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum.
Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að fastur fundartími hennar verða að jafnaði annar miðvikudagur í mánuði á júlí frátöldum og að fundir hefjist klukkan 13. Fundarstaður verður auglýstur fyrir hvert fund stefnt er að því að funda víðsvegar sveitarfélagið. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið, einhverju vilja taka til máls. Svo er ekki og þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Já, fyrirgefðu. Þá samþykkir sveitarstjórn að boða til aukafundar miðvikudaginn 1. júlí 2026 klukkan 13. Opna aftur mælendaskrá. Það er engin sem taka til máls. Þeir sem samþykkir þetta er til fund. Samþykkt samhljóða. Starfskjör kjörinna fulltrúa. Fyrir liggur minnisblað ákvörðun styrks til fulltrúa í sveitarstjórn og heimastjórnum til kaupa á tölvu eða síma, auk mánaðarlegs símastyrks til oddvita framboða og formanna ráða. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að styrku til tækjakaupa til handa fulltrúum, aðalfulltrúum í sveitarstjórn og heimastjórnum samkvæmt 2. málsgrein 14. greina laga reglna starfskjör kjörinna fulltrúa hjá Múlaþingi verði 212.500 og að símastyrkur samkvæmt sama ákvæði verði 7.500. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liði ef einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkir þetta er til fund. Það er samþykkt samhljóða. Við erum komin í lið nr. 6. Siðareglur kjörinna fulltrúa. Fyrir liggja siðareglur kjörinna fulltrúa í Múlaþingi. Ég ætla að opna mælendaskrá ef enginn tekur til máls og þá er þetta síðan lagt fram til kynningar. Enginn kveður sér hljóðs og þetta er hér með lagt fram til kynningar. Erindisbréf nefnda. Fyrir liggja erindisbréf fyrir eftirtalda nefndir Múlaþings. Byggðaráð, umhverfis- og framkvæmdaráð, fjölskylduráð, heimastjórn Borgarfjarðar, heimastjórn Djúpavogs, heimastjórn Seyðisfjarðar, heimastjórn Fljótsdalshéraðs, öldungaráð og samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir erindisbréf byggðaráðs, umhverfis- og framkvæmdaráðs, fjölskylduráðs, heimastjórn Borgarfjarðar, heimastjórn Djúpavogs, heimastjórn Fljótsdalshéraðs, heimastjórn Seyðisfjarðar, öldungaráðs, ungmennaráðs og samráðshóps málefni fatlaðs fólks og felur sveitarstjóra að leggja þau fyrir viðkomandi nefndir til kynningar. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liði ef einhverju vilja taka til máls. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundarmenn. Það bara svona kom inn á eins og varðandi þessi erindisbréf að við þurfum greinilega alltaf að samþykkja þau í nýrri sveitarstjórn og auðvitað liggja þau hér fyrir óbreytt frá fyrir sveitarstjórn. En það sem við höfum verið bara duglega að gera er að vinna með erindisbréfin og eins og með samþykktir sveitarfélagsins að við erum ávallt svona að reyna verða öflugri og ef eitthvað þarf að laga þá söfnum þessu saman og breytum samþykktunum en hér er þetta auðvitað bara erindisbréfi eins og þeir voru óbreytt frá því síðast. Og svo líka kannski minnast á að fyrst að maður nú aldursforseti hér, svona sveitarstjórnar, búin að vera frá byrjun en og ég var í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs áður. Og við náttúrulega, við fórum í sameiningu og það sem var lagt upp þar var að festa heimastjórnir til 8 ára. Þannig að við vitum það á miðju kjörtímabili, þá munum við þurfa eða tímalega fyrir það að taka upp í rauninni heimastjórnir og eins bara með, það er margt annars sem við tökum náttúrulega líka með, það er eins og fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn upp á að fækka þeim eða hvað við gerum, þannig að við munum taka það upp, en bara svona kom inn að þá erindisbréf eru bara óbreytt frá því frá síðustu sveitarstjórn. Takk. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið. Svo er ekki, þá tökum við þetta til staðfestingar. Þeir sem samþykkir þetta er eftir fund. Samþykkt samhljóða. Nú erum við komin í lið nr. 8. Auka aðalfundur samband sveitarfélaga á Austurlandi 2026. Fyrir liggur fundaboð vegna auka aðalfundar samband sveitarfélaga á Austurlandi sem haldinn verður 5. 4. júní 2026 kl. 11:30 í Þingmúla, Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum. Ég ætla að opna mælendaskrá en öðru leyti er þetta lagt fram hér til kynningar ef enginn kveður sér hljóðs. Það kveður sér enginn hljóðs og þá er þessi liður lagður hér fram til kynningar. Við erum hérna komin í lið nr. 9. Málefnasamningur meirihluta sveitarstjórnar Múlaþings 2026-2030. Fyrir liggur til kynningar málefnasamningur B- og D-lista fyrir kjörtímabilið 2026-2030. Þessi liður lagður fram til kynningar en ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Einhver sem vilja kveða sér hljóðs í þessum lið. Svo er ekki, þá er það lagt til fram til kynningar. Við erum þá komin hér í 10. og síðasta lið fundarins í dag, sem er samgönguáætlun 2026-2040. Þó að það sé óvanalegt að það sé á fyrsta fundi sveitarstjórnar gert nokkuð annað en að skipa í nefndir og ráð, þá fannst okkur nauðsynlegt að bæta þessum lið inn, sökum þess að til umfjöllunar er á þingi, meirihluta álit og afgreiðsla á samgönguáætlun.
Fyrir liggur nefndarálit tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026-2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026-2030 frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar á Alþingi, dagsett 29. maí 2026. Nei. Mér sýnist þetta að vera rétt. Mér sýnist síðasta breytingi sem við gerðum vera inni. Já, það var þarna, já. Ok. En við skulum stoppa snarlega ef það hefur ekki, mér sýnist þetta að vera rétt samt. Sveitarstjórn Múlaþings lýsir yfir miklum vonbrigðum með nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis dagsett 29. maí 2026 vegna tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026-2040. Þrátt fyrir skýr og rökstudd varnaðarorð sveitarfélaga og hagsmunaaðila á Austurlandi er ljóst að nefndin hefur kosið að líta fram hjá alvarlegri stöðu innviða í fjórðungnum. Austurland er áfram skilgreint sem afgangsstærð í samgöngubótum ríkisins. Sveitarstjórn telur það til marks tómlæti að helsta breytingi sem er lögð til á Austurlandi sé sú að færa fjármuni sem áður voru eyrnamerktir hringtorgi á Egilsstöðum yfir í fjallveginn Öxi. Þessi tilfærsla dugar skammt til að koma raunverulegum framkvæmdum nýjan veg Öxi af stað. Þá er það óásættanlegt að meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar ávarpi ekki Fjarðarheiðargöng með afgerandi hætti. Fjarðarheiðargöng eru ekki einkamál Múlaþings heldur öryggismál fyrir landið allt, auk þess að vera gátt Íslands til Evrópu. Þá eru göngin fyrsti áfangi í hringtengingu samganga á Austurlandi til eflingar atvinnulífs og samfélags. Að fresta eða þoka þeim framkvæmdum óskilgreint inn í framtíðina eru svik á gefnum loforðum ríkisvaldsins sem verður ekki viðunað. Sveitarstjórn fagnar því þó því að horfið sé frá lækkun á mótframlagi ríkisins til hafnarframkvæmda í Múlaþingi og að hægt verði þar með að hefja mikilvæga framkvæmdir við lengingu Strandabakka strax á næsta ári. Einnig er því fagnað að auknum fjármunum verði varið til vetrarþjónustu og bindur sveitarstjórn Múlaþings vonir við að þá skapist rými til að koma á 7 daga vetrarþjónustu yfir Vatnsskarð til Borgarfjarðar eystri og loks verði hægt að taka G-reglu af Axarvegi og setja á fasta opnunardaga allan veturinn. Sveitarstjórn Múlaþings skorar á alþingismenn allra flokka að sýna ábyrgð og réttlæti á lokametrum þingmálsins. Þingsályktunartillögunni verður að breyta áður en hún verður afgreidd frá Alþingi þannig að stór framkvæmdir á Austurlandi, Fjarðarheiðargöng, raunveruleg flýting Axarvegar og efling Egilsstaðaflugvallar verði tryggð á fyrsta tímabili áætlunarinnar. Sveitarstjóra er falið að koma þessari bókun á framfæri við alla alþingismenn, forsætisráðherra, innviðaráðherra og fjármálaráðherra. Bókunum verður ekki lesin upp aftur, við tökum hana bara til samþykktar en ég ætla að opna mælendaskrá. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Fleiri sem vilja setja saman mælendaskrá. Forseti, góði fundamenn. Þetta er liðurinn sem við settum hér í dag, svona bættum inn með afbrigðum og maður hefur nú ekki fengið mikið tíma svo sem ég rýna mikið í þetta en mjög mikilvægt að við bókum hér í dag og bókum ákveðið en þetta eru mikil vonbrigði varðandi þetta nefndar álit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis sem hefur nú verið gefið út. Það staðfestir að Austurland verður áfram afgangsstærð þegar kemur að framkvæmdum innan fjórðungsins. Það er algjörlega á hreinu. Engin jarðgöng fari í framkvæmd. Engar vélar verða ræstar eins og boðað var. Fjarðargöng fari í rannsókn og hönnun sem er í takt við svæðisskipulagið, þar sem áherslan er á framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng og samhliða rannsókn og hönnun á göngum frá Seyðisfirði yfir í Mjóafjörð og þaðan yfir í Hvannadal. Öxi átti að fara í gang fyrir 20 árum síðan, en aldrei virðist verða að því. En hönnun er lokið að mestu og hægt er að drífa í framkvæmdum. En þá á aldils ekki að drífa í framkvæmdum. Við sjáum það. Þessir í raun litlu fjármunir sem þarf til eiga í rauninni að skiptast á 8 ár núna og mun snerta 2 ríkisstjórnir. Aðferðafræði núverandi innviðaráðherra hefur sýnt okkur að við hver ríkisstjórnarskipti getur öllu verið kollvarpað þrátt fyrir mörg 100 milljónir í grunnvinnu við rannsóknir og hönnun verkefna.
Innviðaráðherra og ríkisstjórnin raðar sér samstillt á bak við þá ákvörðun að ekki sé farið í það framkvæmdir. Mér finnst þarna illa farið með skattfé okkar 700 milljónir í hönnun og rannsóknir við Fjarðarheiðargöng og greinilegt að engin fyrirsjáanleiki á að vera í framkvæmdum milli ríkisstjórna og það stefið sem þessi ríkisstjórn að setja fram með þessu vinnulagi. Egilsstaðaflugvöllur skilgreindur í flugstefnu Íslands í algjörum forgangi í uppbyggingu varaflugvalla en ekki hefur verið farið eftir því skjali. Flugstefnu Íslands samþykkt var á Alþingi Íslendinga árið 2020. Vinna við hana fór fram eftir alvarlegt flugatvik árið 2017 þegar 3 þotur voru að koma inn til lendingar á Egilsstaðaflugvelli og 3. þotan var það hætt komin af eldsneytisskorti að vinna við flugstefnu Íslands fór í gang. En greinilegt að Alþingi hefur valið að fara ekki eftir þeirri stefnu sem var samþykkt árið 2020. Nú árið 2026, árið 6 árum síðar, fáum við einhverja fjármuni til að fara á stað með það framkvæmdir sem ber að fagna. Þrátt fyrir mikla seinkun, það komið að þessu. En ég sakna þó að lenging flugbrautar sem var á langtímaplani hafi verið tekin út og einungis akbraut og flughlað sett inn ásamt aðflugsljósum sem rauninni mikilvæg framkvæmt. En það ekkert hugsað til framtíðar í rauninni varðandi lenginguna. Þetta eru plástrar þar sem hvorki horft til framtíðartækifæra, mikilvægi flugvallarins sem varaflugvallar né tækifæri í beinum vöru útflutningi og vantar þá lengri flugbraut. Flugbrautin styttri sunnan megin við lendingu því vegur og girðing liggur þar að og styttir brautina. Aðrar samgönguframkvæmdir virðast einnig bíða hafa verið færðar aftar eða teknar út. Hringtorg á Egilsstöðum var tekið út af samgönguáætlun en það gríðarlega mikilvægt fyrir vöxt Egilsstaða. En það fjármagn var sett í Öxi þar sem mikilvægt að fjármagna Öxi en hún bara alls ekkert full fjármagnuð og þessi fjármunir ekkert að fara að ýta því af stað. Þetta 8 ára tími sem að tekur að byggja upp Öxi og það náttúrulega bara með ólíkindum. Að draga þetta 20 ára verkefni sem kostar ekki meira en þetta, að draga það enn frekar og taka svo fjármuninn í hringtorginu og setja það inn í langtíma áætlun 2029-30 og það engan veginn nægt fjármagnana til að drífa þetta af. Ég held að sé ákveðin misskilningur hjá fólki nefnilega þar. Þannig að þessi í raun litla framkvæmd Öxi sem á að vera löngu búið að ljúka sem sagt dregin fram yfir næstu ríkisstjórn. Þetta verklag finnst mér vera bara til algjörar skammar og á Austurlandi spara við nögl í öllu sem tengist uppbyggingu samgöngu innviða. Ekki heldur sett fjármagn í uppbyggingu Suðurfjarðavegar, ekki sett fjármagn í brýr, þannig að þungaflutningar, grunnur verðmætasköpunar geti farið fram. Nei, Austurland á bara áfram að gefa og gefa með sinni verðmætasköpun og virðist ekki eiga skilið af hendi ríkisstjórnar að fara fram á sanngjarna, örlitla uppað tilbaka til að byggja upp innviði Austurlands til að geta tryggt áframhaldandi verðmætasköpun svæðisins. En það þekkja allir þær tölur í efnahagsumsvifum Austurlands, vona ég. En það ekki bara sveitarstjórnarfólk á Austurlandi, heldur íbúar Austurlands þekkja þær. Þingmenn, ráðherrar og stór hluti landsmanna. Landsbyggðin gjöful en sökum fámennis, þá fær hún lítið tilbaka. 4 lykiltölur sem lýsa greiningu efnahagsumsvifum Austurlands íbúar á Austurlandi 2,9% þjóðarinnar, framleiða 10-falt á við aðra landsmenn og standa undir 1/4 vöru útflutningstekna 240 milljörðum. Analytica, greiningafyrirtækið, stendur undir þessari greiningu og greiningin nær nú til 3 ára sem sýnir stöðuleika í verðmætasköpun svæðisins. Ráðamenn horfa í gegnum fingur sér með þessar staðreyndir og sjá ekki, eða vilja ekki sjá, þau gríðarlegu tækifæri sem á Austurlandi. Orkuframleiðsla í Múlaþingi 30% af orkuframleiðslu hér á landi. Hér liggja einnig gríðarleg tækifæri í aukinni orkuframleiðslu sem grunnur verðmætasköpunar.
Ekki fær Múlaþing einu sinni sanngjörn fasteignagjöld af þeim orkumannvirkjum og frumvarp því tengt ekki afgreitt á þessu þingi sem að ætti þá að skila sanngjörnum tekjum til samfélagsins. Nei, Landsvirkjun greiðir 20 milljarða árlega beint í vasa ríkisins og við fáum ekkert fyrir okkar land. Önnur tækifæri á Austurlandi eru vegna nálægðar við Evrópu. Hér eru við með öflugan vöruútflutning og fólksflutninga með Norrænu, við erum með Egilsstaðaflugvöll og gríðarlegt landsvæði án jarðhræringa. Það væri kjörið að horfa til jákvæðrar byggðaþróunar hér á Austurhorninu. En nei, ríkisstjórnir horfi bara ekki hingað á tækifærin sem liggja hér á Austurlandi. Við fáum ekki einu sinni aukið aðgengi að öflugri fjarþjónustu eða aukið fjarnám. Það er bara barátta fyrir því. Og þannig að ekki þurfi alltaf að fara af svæðinu til að sækja sér sérhæfðar heilbrigðisþjónustu eða sækja framhaldsnám. Maður er bara enn að fá sögur af því að fólk til dæmis í heilbrigðisþjónustu þurfa að keyra hér landshlutan á milli, hitta lækni, bara kemur ekki nálægt þér og svo átt að koma aftur. Fólk er bara keyrði í alvöru alla þessa leið til þess að fara í þetta viðtal. Þannig að það verður að stíga miklu stærri skref í aðgengi að þjónustu, hvað sé heilbrigðisþjónusta eða önnur þjónusta, fjarnám og fleira. Þetta er hægt, COVID sýndi okkur þetta, en við höfum því miður tekið skref tilbaka. Og það er bara ríkisstjórnin þarf að kýla á þetta. Þetta er hagkvæmni í þessu, betri þjónusta og auðvelt að verða við þessu. Jöfnun raforkuverðs er okkur einnig mikilvæg og hefur bein áhrif á byggðaþróun. En hér á Austurlandi borgar fólk hátt raforkuverð og með 30% af raforkuframleiðslu landsins í bakgarðinum. Orkan er flutt af svæðinu og íbúar í skilgreindu þéttbýli annars staðar á landinu fá lágt orkuverð fyrir orkuna frá okkur. En þetta er orðið löng ræða og ég varaði sveitarstjórnarfólk hér í byrjun að ég væri með langa ræðu. Ég væri ekki alveg nógu ánægð með þetta stöðuna eins og hún er. En augljóst er að við, öll sveitarfélög á Austurlandi, við þurfum að þétta raðirnar. Við þurfum að safna að okkur og mynda öflugar greiningar sem við notum í baráttu við ríkið. Ég er enn formaður sambands sveitarfélaga á Austurlandi. En því lýkur með stjórnarskiptum á morgun þegar aðrir taka við keflinu þar. Þar má ekki sofna á verðinum, heldur stíga verður enn frekar upp og samheldni Austurlands er þar afar mikilvæg. Oft hafa bæði þingmenn og ráðherrar og fleiri ráðamenn hvatt sér hljóðs að Austurland sé ekki samstillt þegar kemur að uppbyggingu samgönguinnviða. Þetta er orðið bara mantra sem maður heyrir alls þar. En þetta er rangt. Svæðisskipulag Austurlands er skjal sem er rétt hærra aðalskipulögum sveitarfélaga á Austurlandi. Það var áritað af öllum bæjar- og sveitarstjórum á Austurlandi og er í fullu gildi. Vinna við það skjal fór fram af lýðræðislega kjörnum fulltrúum okkar hér á Austurlandi og okkur ber að fara eftir þessu lagalega hlutverki okkar og við gerum það og þá er eins gott að það sé virt. En umræða að Austurland sé klofið byggir oft á Facebook-statusum, greinaskrifum einstakra sveitarstjórnarfulltrúa sem að auðvitað endurspegla ekki Austurlands, en öll megum við auðvitað tjá okkur. Skortur á fjármagni í uppbyggingu samgönguinnviða, kjörtímabil eftir kjörtímabil, veldur núningi þegar ekkert fjármagn kemur. Ég ætla að láta þetta verða mín loka orð ásamt því að nefna hér að ég tek sæti á Alþingi í komandi viku en aðeins í viku. Það er bara ein vika líka eftir þinginu. Það er auðvitað búið að leggja línurnar þar en ég hef tækifæri til að láta í mér heyra og það mun ég gera. Ég bauð mig fram inn á þing og líka auðvitað sveitarstjórnarvettvanginn frá byrjun til að hafa áhrif á vettvanginn. Á Alþingi eru ákvarðanirnar teknar og ég hugsaði mikið að bjóða mig fram.
Í tvígang hlaut ég 3. sætið og kemst einstöku sinnum á þing. En sitjandi þingmenn hafa auðvitað valdið í höndum sér og þeir hafa hér lagt línurnar í samgöngumálum. Kjósendur, þeir hafa hverju sinni í höndum sér hverja þeir kjósa á Alþingi og í sveitarstjórnarkosningum. Og ég vil nýta tækifæri hér og þakka fyrir það umboð sem að ég og minn flokkur hlaut og við munum starfa áfram á öflugan hátt og ekki veitir af. Ég hlakka einnig til að starfa með nýrri sveitarstjórn sem situr hér sinn fyrsta fund. Ég lofa að ég mun alls ekki vera með svo langa ræður hér á fundum, á okkar fyrsta fundi, en í dag í raun sorgardagur þegar við sjáum að illa fara með Austurland enn einu sinni. Og þrátt fyrir alla baráttun okkar, samstöðu sveitarstjórnar, ferðirnar suður, allar bókanirnar, við förum eftir öllum verkferlum, þá stöndum við hér í dag og maður hristur hausinn. En ég læt það verða mín lokaorð hér. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir er lokið málsinu í Austri Ponti Lárus Bjarnason, Já, forseti, góðir fundarmenn. Ég vil leggja áherslu á og taka náttúrulega undir allt það sem Berglind Harpa sagði hér á undan, bæta aðeins við það að Fjarðarheiðargöng hafa kostað Múlaþing stór fé. Það er búið að leggja í náttúrulega hönnun og rannsóknir í kringum þetta allt saman sem að hafa lagst eflaust á pyngju sveitarfélagsins og ég spyr sjálfan mig hvort að hugsanlega sé hægt að ná þessum peningum tilbaka og þeim forsendum að það sé búið að svíkja þessa framkvæmd. Hún var hluti af loforði að bættar samgöngur innan þessa sveitarfélags þegar að sameining átt sér stað og það voru allir flokkar á þingi sem samþykktu þessa framkvæmd og tóku undir hana og lofuðu að þetta yrði gert og síðan var þetta að þeirri samgönguáætlun sem nú er í gildi ennþá og þessi samgönguáætlun sem lögð var fyrir þingið og var að koma núna úr áliti nefndar er með ólíkindum og sérstaklega skilgreining og túlkun þessara nefndar á því hvað það þýði í raun og veru að forgangsraða jarðgöngu. Og maður spyr sjálfan sig hvað það eigi að þýða að halda því fram að þetta sé bara einhver óskhyggju listi eða sem sagt bara að þetta sé bara óskalisti það hvernig þetta eigi að vera og það sé bara hægt að breyta þessu eins og ekkert sé. Ef það er raunin að þá er þetta plagg sem að verður gefið út og samþykkt af þinginu, þá er það bara ekki pappisins virði vegna þess að um leið og verða kosningar í haust út af þegar menn neita því að fara í ESB þá er bara málið það að það verður kosin ný stjórn sem hendir þó bara þessu plaggi og það er þó ekkit frekar gilt heldur en það plagg sem áður var þarna á ferðinni. Nú, við erum að tala líka Fjarðarheiðargöng af því ég ætla nú að halda mig svolítið við þau, mitt hjartans mál, af því að það er öryggismál, stórkostlegt öryggismál fyrir Íslendinga bara og þá sem eru bara á Seyðisfirði ef þar verða snjóflóð, aurskriður eða einhverjar aðrar hörmungar, óveður eða hvað vill vera, að þá þurfum við á þessum göngum að halda eins og sýndi sig bara í aurskriðunum 2020. Nú, það hefur komið fram hugmynd líka það að það sé hægt að nota kröfur til dæmis NATO hernaðarbandalag sem við erum í, sem að gera kröfur það að við séum með framlag hér Íslendingar til þess bandalags til ákveðnar innviða uppbyggingar upp á einhverja milljarða sem að mætti þó bara skila með þessu framlagi þar að segja að gera þessi göng og segja vessu gúð, hér eru komin þessi göng og það eru mjög hentu einmitt til hernaðarflutninga í alls konar hluti varðandi það. Þannig að það ætti alveg að geta skilað sér og þá erum við allavega búin að losa það vandamál. Nú, við erum
líka að tala um það að það þarf að vera einhver landsbyggðarstefna hérna. Það er tekið einmitt fram í áliti þessara ágætu nefndar sem var að skila af sér að jarðgangamál séu þannig að það er ekki að vera að taka ein og ein jarðgöng fyrir í einu, heldur ég að vera heildarskipulag jarðgangamála á landinu. Ég get alveg fallist á það, en þá þurfa menn líka að setjast niður og setjast yfir það og ákveða hvernig þetta á að vera. Ég spyr líka hvernig á það að vera ef á að fara í fjarðargöng, rannsókn á þeim. Það er næsta vers hjá okkur væntanlega, miðað við það sem er þegar þau þriðju í röðinni væntanlega með Súðavíkurgöngum, að á þá Múlaþing að fara að leggja í enn frekari útgjöld og kostnað við það að rannsaka þann hluta fjarðarganga sem að væntanlega munu kallast Mjóafjarðargöng og liggja inn í umdæmið eða innan sveitafélagsins hjá okkur. Þannig að það er svolítið skrítið að þurfa að vera að henda endalaust peningum í rannsóknir á einhverjum jarðgöngum fram og tilbaka og sem við vitum aldrei hvenær koma eða hvort koma. Og ég hefði haldið að sveitafélagi hér ætti að geta tekið saman hversu miklum peningum er búið þegar að verja í rannsóknir á þessum ágætu fjarðarheiðargöngum sem eru fullhönnuð og tilbúin til útboðs og hvort að sé þá hugsanlega hægt að annarkvort að fá þá peninga tilbaka í næstu útgjöld eða einhver önnur útgjöld. Það er hægt að gera heilmikið fyrir þessa peninga. Nú síðan ætla ég bara að enda þessa ræðu mína hér sem jómfrúar ræðu á að ítreka það að það var gefið ákveðið loforð í tengslum við sameiningu eldri sveitafélaga í Múlaþing og þessi loforð voru grundvöllur þeirra sameiningar. Ég veit ekki hvort ríkisvaldið vill að við slítum aftur þessi sveitafélagi í sundur og búum til einhverja hreppa hérna sem voru 14 þegar ég kom hingað sem sýslumaður 1989. Takk fyrir. Þá hefur Lárus Bjarnason sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu og ég ætla að biðja fyrsta forsetann að taka við stjórn fundarins sem forseti stakk til máls. Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið fyrir sal. Takk fyrir forseti og aðri góðir fundamenn. Mér langar bara að þakka sveitarstjórnarfulltrúum Berglindi Hörpu Svavarsdóttur fyrir mjög góða og ítarlega ræðu. Ég heyri það að hún er búin að brýna sverðið fyrir komandi alþingisferð og ég er glöð og þakklátt fyrir það. Ég vil líka þakka Lárusi Bjarnasyni fyrir sína ræðu því þau komu inn á margt sem og eiginlega bara flest allt sem bara hér er að segja. Þetta er svona, ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, ég held að fólk átti sig ekki á því hversu erfitt þetta mál er fyrir okkur og hversu miklar afleiðingar þetta hefur á bara líðan fólks í daglegu lífi. Og ég var nú spurð af því í morgun hvað var helsta kosningamáli í Múlaþingi. Svarið var einfalt, samgöngumál. Það voru ekki sveitarstjórnarmálin sem voru fyrir að fara hér, enda stöndum við saman hér samhent sveitarstjórn og tilbúin að halda slagnum áfram. Mér langaði bara að koma hér upp og brýna stjórnvöld í því að hér er komin ný sveitarstjórn sem stendur alveg jafn samhelt og síðasta. Og við munum ekkert gefast upp í okkar baráttu fyrir bættum samgöngum og það má túlka það vítt og þröngt. Það sem er mér efst í huga og það sem var sagt í upphafi þegar að hæstvirtur ráðherra Eyjólfur Ármannsson leggur fram breytingu á samgönguáætlun, að þá man ég að ég hafði það á orði og hélt ég fram að hugmyndafræðin samgönguáætlun var ónýtt. Og ég ætla að segja það hér að hún er ónýtt og með því áliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar sem liggur fyrir okkur og ég ætla að fá að lesa úr því með leyfi forseta að þá kemur hér fram að jarðgangagerð felur í sér umfangsmiklar og fjármagnsfrekar innviðaframkvæmdir sem eru háðar margvíslegum ytri forsendum og telur meirihlutinn að röðunin sé stefnumarkandi áætlun stjórnvalda fremur en ófrávíkjanleg framkvæmdaröð til lengri tíma. Og ég velti fyrir mér hvað er verið að segja hérna og ég get allavega ekki skilið betur en svo að það sé verið að láta að því liggja að ráðherrann fái sínu fram og þetta sé ekki ófrávíkjanlegt heldur þetta eigi bara að geta breyst og sveiflast og bara samsvarandi og Lárus Bjarnason kom hérna inn á rétt áðan.
Mér finnst þetta bara grafalvarlegt. Mér finnst bara grafalvarlegt ef við erum bara farin að lifa í þannig heimi að langtíma áætlanir ríkisins eigi bara að geta verið eitthvað svona sveiflandi skjall. Mér finnst þetta bara grafalvarlegt. Þetta sveitarfélag er með 10 ára fjárfestingaráætlun. Ekki að þá okkur byrja í lagaleg skylda til þess. Heldur að því við sýnum ábyrgð. Við viljum sýna ábyrgð því að sýna fram á það hvaða fjárfestingar við ætlum að fara í og hvenær þær eru áætlaðar. Það er aðalega í leik- og grunnskólum, en þetta eru samgöngumál. Þannig að ég er ekkert kátt með þetta. Það er margt gott sem hefur komið fram í áliti nefndarinnar samt og ég ætla að fara aðeins yfir það. Sveitarstjórn hefur unnið markvisst að því fyrrverandi sveitarstjórn og það verður verkefni þessar sveitarstjórnar að berjast fyrir samgöngumálum. Og ég ætla bara að vera heiðarleg með það að eyrum ráðherra höfum við ekki náð. Og ég ætla bara að segja ráðherra í fleirtölu og ég ætla ekki að fara nánar út í það hvaða ráðherra það er og eru ekki. Við höfum ekki fundið hljómgrunn og ekki endilega alltaf vilja til að hlusta frá þeim ráðherrum sem við hefum vilja að væri hlustað á. Ég ætla hins vegar ekki að halda því sama fram með þingmenn, af því það er alls ekki svo. Við höfum fengið áheyrt margra þingmanna, á okkur hefur verið hlustað. Við sjáum merki þess að það sem við óskuðum eftir að breytingar, smávægilegar breytingar í samgönguáætlun, á þær hefur verið hlustað að einhverju leyti. En afraksturinn er engu að séu sá að jarðgöngunum er ekki truflað við og fjármunir sem farin í Öxi eru raun og veru ekki neitt umfram það sem við færum til, sem er fært til innan þessa sveitarfélags úr hringtorgi Öxi. Öxi er okkur gríðarlega mikilvæg. Hér eru bara verktakar sem að skortur orðið verkefni og við verðum bara að fara að fá einhver stór verkefni á stað hér ef við ætlum að halda áfram þeirri bara í lífsgæðinu sem við búum við hér. Þá vantar okkur bara verkefni. Þannig að ég ætla að segja takk kæru þingmenn því sem hafið hlustað á okkur. Það veldur mér samt sem að vonbrigðum að menn skuli skrifa það út að samgönguáætlun sé eitthvað plagg sem geti blagtað í vindi. Það veldur mér gríðarlegum vonbrigðum. Mér finnst þessi ráðherra samgöngumála hafa gengið fram með offorsi og hann hefur ekki sýnt okkur hér virðingu og hann hefur ekki hlustað og við munum halda áfram að berjast og bíða eftir því að það komi nýr samgönguráðherra og þá verðum við fyrst á snerilinn. Takk. Brynjarsdóttir hefur lokið máli sinni. Fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs. Helgi Hlynur Ásgrímsson og ég fel forseta aftur stjórnarins. Forseti, já, ég getur bara tekið undir flest sem fram hefur komið hérna. Það sem að forseti var að fara yfir hérna í lokin með það að þessi samgönguáætlun sem lögð var fram og er núna komin úr nefndaráliti, þetta er, við opið verið að setja bara niður við þetta. Það er verið að gelda áætlanir, það er verið að í fyrsta skipti í sögunni er verkefni sem er að framkvæmda hluti áætlunar er bara fært út af. Það hefur aldrei gerst áður. Það segir okkur bara það að það er alltaf allt upp í loft þegar að ný ríkisstjórn tekur við. Og pólitík þarf að vera þannig að hún geti lifað að verkefni geti lifað af breytingar á ríkisstjórn. Þannig er það á Norðurlöndunum til dæmis þar eru bara áætlanir þannig að ný ríkisstjórn hún getur hnikað einhverju til en hún getur ekki breytt öllu bara þegar hún sest að. Og svo bara hnikar hún til áherslunum þegar hún hættir, þá eru þær orðnar aðrar heldur en þegar hún byrjar. Þannig þarf þetta að vera að einhverju leyti hjá okkur á Íslandi líka. Þetta sama er í sjálfu sér að gerast með rammaáætlun. Það er líka verið að gelda það fyrirbrigði. Það er búið að vera svona seigfljótandi í gegnum pólitíkina þannig að það bara fái að lifa en þessi ríkisstjórn er að gelda það verkefni líka. Og ég meina þetta er bara mjög alvarlegt fyrir landið og fyrir pólitíkin í landinu að fyrirsjáanleikinn hann bara hverfur. Það eru gefin loforð. Það sem að stóð nú upp að mínu áliti þegar ráðherrann kom hérna og það eru oft komið hér fram. Þegar ráðherrann kom hér að kynna þessa eða ráðfæra sig við okkur áður en hann kynnti þessa niðurstöðu. Það var það að hann væri bara ekki bundir að eitthvað sem væri búið ákveða áður.
og það er bara ömurleg pólitík. Þannig bara á pólitík ekki verð. Við verðum að koma okkar áherslum inn smá saman, en við getum ekki hent því sem er búið að ákveða áður. Við, undir forystu forseta á síðasta kjörtímabili þá stóðum við mjög saman, samhent að reyna að þoka þessum málum eitthvað til betri vegar, og niðurstaðan er helvíti þunn ef að bara hringtorkið sem var inn á áætluninu og enginn vissi eiginlega lengur hvað átt að gera eftir að var búið að leggja af göngin og ekki búið að finna út hvar brúin ætti að vera eða neitt. Það hefði verið svolítið skringilegt að fara í þessa framkvæmdi á meðan að ekki búið að ákveða neitt í kringu það. Það náðu það að færa yfir í Öxi, en það breytir engu að Öxi verður jafn mikið malavegur í sennilega 8 ári viðbót, og þá erum við að horfa mjög jákvætt á hlutina. Það sé bara 8 ár, því að það var búið að ákveða þetta 2007, klára þetta. Þannig að traust okkar gagnvart, og það á held ég bara við allavega í fyrri sveitarstjórn, og ég held þessari líka, það er bara verulega laskað á hinu opinbera, því að orð bara verða að fá að standa, annars bara er ekki standandi í þessu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson og lokið máli sínu. Næstur í pontu sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson og honum fylgir Eiður Ragnarsson. Virðulegi forseti, góðir fundamenn, til að stytta mál mitt get ég kannski byrjað á að taka undir flest ef ekki allt það sem fyrri ræðumenn hafa komið inn á, og sérstaklega tekið undir ræðu sveitarstjórnarfulltrúa Berglindar Hörpu Svavarsdóttur sem var nú svona fól í sig nokkuð heildstæð yfirferð á þessari bókun og því sem við erum að ræða hér undir þessum lið. Ég vildi kannski aðalega koma einn upp, ekki bara til að taka undir, heldur líka til að gera grein fyrir atkvæði mínu, en ég mun samþykkja þessa bókun og styðja hana heils hugar, en til jafnvel að þetta sé svona, já, þó að ég hef nú komið að smíði bókunar dragana, þá til ég nú svona frekar vægt til orða tekið á ákveðnum stöðum í bókuninni, til dæmis þar sem stendur með leyfi forseta: sveitarstjórn telur það til marks tómlæti að helsta breytingin sem lögð er til á Austurlandi sé sú að færa fjármuni sem áður voru eyrnamerktir hringtorki á Egilsstöðum yfir í fjallveginum Öxi. Þessi tilfærsla dugar skammt til að koma á raunverulegum framkvæmdum nýjan veg Öxi af stað. Tilvitnun lýkur. Það er liggur við að það sé svona óvægt til orða tekið að tala tómlæti. Þetta er raun skammarlegt að það sé verið að bæta okkur upp vel verðskuldaða fjárfestingu í Axarvegi á kostnað annara verkefna í sama fjórðungi og sama sveitarfélagi. Og það er verið að taka af peningarna sem hefði átt að fara í annars mikilvægt verkefni sem er þetta hringtork. Við megum ekki gera lítið úr því að þetta hringtork er ekkert til óþurftar, þó að Axarvegur og Fjarðarheiðargöng séu að sjálfsögðu mun mikilvægari, en þetta eru, og líka að þetta eru það lágar fjárhæðir, þetta er ekki að fara breyta stóru myndinni. Þetta er í rauninni bara, já, ég veit ekki, allavega mikil vonbrigði að sjá að í meðferð umhverfis- og samgöngunefndar hafi ekki verið komið til móts við okkur með auknum fjárframlögum þá til viðbótar það sem áður var áætlað, heldur er bara verið að færa á milli eins og ég skil þetta. Hvað varðar þessar framkvæmdir sem við ræðum hér um? Takk. Einar Freyr Guðmundsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Næstur í pontu sveitarstjórnarfulltrúi Eiður Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundargestir. Það var mikið talað um það þegar að þessi ágæta samgönguáætlun var lögð fram að hér væri verið að vinna faglega. Það voru orð ráðherrans að þessi samgönguáætlun var unnin á faglegum nótum. Ég eyddi töluverðri vinnu í það í starfi mínu á sveitarfélaginu
að lesa í gegnum áætlunina og ég rak augum til dæmis í eitt af því að í mínum huga á öryggi vegfarenda að vera eitt af þeim málum sem eru í algjörum forgangi þegar kemur að vegbótum. Og inn á samgönguáætlun eru nefndir 19 vegir hér fyrir austan í heildina. Það er að segja á öllum tímabilum frá byrjun til enda. Af þessum 19 eru 14 rauðmerktir inn á slysa vef Samgöngustofu sem þýðir að þetta eru hættulegustu vegir landsins. 5 skora betur en nota bene allir af þessum 14 fyrir utan 2 eru inn á síðasta áfanga eða næst síðasta áfanga samgönguáætlunar. Þetta er í mínum huga ekki faglegt. Að setja hættulegustu veginn aftar á meðan horfir maður á önnur svæði og þó maður ætla ekki endilega að fara að bera saman landsvæði í þessar umræðu, þá er víða verið að setja inn það sem við getum kallað græna vegi eða bláa, því að einhverju hluta vegna þá er blátt bestu vegirnir inn á vef Vegagerðarinnar. Ég velti reynda fyrir mér á hverju það sé, en það er nú annað mál. En bláir og græni vegir skora betur heldur en rauðir og gulir og það eru margir grænir og bláir vegir að fara í framkvæmd á undan rauðu vegum. Þannig að þetta er ekki unnið faglega. Síðan ætlaði ég aðeins að koma inn á annað atriði sem ekki verið nefnt. Ég get tekið undir allt sem búið er að segja hér áður. Að það er Austurlandir eyja í samgöngulegu tilliti. Við erum innlyksa vegna þess að hér eru brýr byggðar fyrir miðja síðustu öld, önnur rétt fyrir miðja og hinn rétt eftir miðja, 67 og 47 eða 50 eitthvað ég man rétt, og það eru Jökulsá á Fjöllum og Jökulsá á Breiðholtssandi. Og báðar þessar brýr hafa takmarkanir sem gerir það að verkum að þungaflutningar, þegar að menn þurfa undanþágur fyrir auka þyngdir á vakleistum, þá bara hreinlega fá menn ekki leyfi til þess að fara í þessar brýr. Það hefur alveg verið nefnt áður og það var í fréttum verktaki sem var að vinna verkefni á Bíldudal. Hann er staðsettur með sína starfstöð á Reyðarfirði. Eina leiðin fyrir hann til að koma tækjunum sínum var heima var að sigla þeim til Færeyja, það er að segja að keyra frá Bíldudal til Þorlákshafnar, trilla dótunum borð í Smyrjalæn í Þorlákshöfn, sigla til Þórshafnar, færa á milli skipa og sigla til Seyðisfjarðar. Og það er keyrt til Reyðarfjarðar. Það er náttúrulega algjörlega galið að þessa brýr skuli ekki vera inn á fyrsta áfanga. Því að þetta er bara öryggismál. Og það að því að menn tala nú fullhöfnu verkefni, þá er brúna Jökulsá á Fjöllum fyrir gefið. Hún er til eitthvað stórun skúfi á Vegagerðinni, fullhöfnuð, það er bara að auðvitað útboð að byrja. Þannig að það er ekkert mál að drífa það ef menn vilja. Svo er náttúrulega komin á eitt atriði enn. Og það er tækifæri til að færa fjármagn á milli staða. Þegar hér var framkvæmt fyrir þó nokkrum árum síðan einn stærsta virkjun á Íslandi sem er Kárahnjúkavirkjun og er hér inn á Fljótsdalsheiði, þá voru lagðir vegir, töluvert margir kílómetrar af tvíbreiðum málbyggðum vegum. Allir þessir vegir voru lagðir á kostnað Landsvirkjunar sem partur af verkefninu. Í dag, eða í ár meira segja held ég, þá er Vegagerðin og ríkisvaldið að leggja rúma 2 milljarða í framkvæmdir á Suðurlandi vegna þess að það þarf að styrkja vegi út af virkjanaframkvæmdum. Landsvirkjun borgar 20 milljarða í arð til ríkisins en fær svo 2 milljarða tilbaka til að laga vegi. Þetta er algjörlega galið konceptið mínum huga. Það hefði ekki verið nær bara Landsvirkjun legði bara sína vegi sjálf, styrkti þá vegi sem þarf vegna framkvæmda. Þeir hafa fjármagn til þess á meðan að ríkið, maður kannski öfundar svo sem ekki ráðherrann, það er svolítið þunnt smurt í þessu öllu, en þarna er samt tækifæri. Og meiri segja vegirnir hér upp á Fljótsdalsheiði og yfir að Kárahnjúkavirkjun voru svo afhentir Vegagerðinni án endurgjalds þegar öllu var lokið. Það er ýmislegt svona ef maður nennir að lúslesa þessa blessuðu samgönguáætlun sem er bara alls ekki í lagi í mínum huga. Og það síðast til að koma inn og það er viðhald, af því hér höfum við alltaf verið að tala um framkvæmdir. Ég fekk símtal frá sveitarstjórnarfulltrúa í morgun sem var ekki par ánægður með Axaveginn, sagði hann væri ófær, hann er það nú kannski ekki, en viðhaldsfé líka er allt á skornum skammti og það er brugðið seint og illa við og það liggur við að það sé þannig núna
með þennan ágæta veg að ef að sveitarstjórnarmenn eða embættismenn eða starfsmenn fyrirtækja fara á eigin bíl á milli staða þá er nú hefð fyrir því að menn fái greitt fyrir notkun. Í dag er kílómetragjaldið viðmiðið 150 krónur. Það ætti reyndar að vera 240 eitthvað því þetta er eiginlega að vera torfærugjald af Öxi. Svo slæmur við vegur. En allavega þá tel ég að menn þurfa aðeins að bæta í og laga til en hvort það gengur að hafa áhrif á þetta ágæta fólk sem stýrir þessu, það kemur bara í ljós. Takk fyrir mig. Sveitarstjórnarfulltrúi Eiður Ragnarsson hefur lokið máli sínu, næsti pontu Berglind Harpa Svaðarsdóttir gjörsamlega. Þegar hún hefur lokið máli sínu þá komum við. Forseti, góða fundamenn, mér langaði bara að koma aðeins upp og svo löng ræða þannig ég kunni ekki annað en að hætta bara sko. En svo þegar þetta góða fólk hér hefur komið í pontu og tala þá svona fær maður aðeins í svona einhverjar hugmyndir og langar aðeins að tjá sig. Það er svona, það er bara varðandi til dæmis þetta eins og með þessa skertu fjármuni sem eru að koma. Það er ekkert að koma einn austur og við í rauninni þvinguð til þess að láta hringtorkið fara upp í Öxi sem að er ekki einu svona að flýta Öxi. Þetta er 29 og 30. Samt er þetta ennþá ykkur 8 ár. Men þetta er bara til þess að komi núna og bara á stað með þetta. Þetta er með ólíkindum og eins og hér erum við náttúrulega með sveitarstjórnarfulltrúa sem þurfa að keyra frá Djúpavogi og koma yfir Öxi. Þetta er bara skammalegt. Það er bara að springa dekk og samt á að taka þessi 8 ár í þetta. Vitið það, ég bara eiginlega, maður verður bara ótrúlega hugsi. En það langar mig að koma inn á, þú veist eins og með hringtorkið, ég meina hringtorkið var komið, við viljum öll Öxi fara í gang, en það er ekkert að fara eitthvað fyrir í gang út af þessu. Hringtorkið skiptir okkur líka bara gríðarlega mikilvæga máliðina. Af hverju eigum við að fá svona ótrúlega litla fjármuni í samgöngu innviði hér austur á land? Við erum með eitthvað pínulítið og þurfum eiginlega að skipta því eitthvað annað til þess að 2029 og 30 komi aðeins meiri fjármunir í einhver annað verkefni. Hér erum við á Egilsstöðum, við erum miðstöð í rauninni þjónustu á Austurlandi og það er búið að hamra heldur betur á okkur og í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga með miðbæinn. Við erum búin að funda með öflugum aðilum og hvernig er best að fara að þessu og hverju þurfa að koma að borði, hvernig förum við í þetta og þar er bara hringtorkið gríðarlega mikilvægt. Þannig að þetta er ekkert eitthvað, það er engin lausn í þessu og líka eins og hefur komið fram og kom fram hjá Helgarhlínu og hringtork dettur að himnum ofan. Ég hef alveg nefnt að þetta hringtork er gríðarlega mikilvægt upp á þau fyrirtæki sem er í miðbænum upp á vöxt þeirra. Það skiptir bara máli með deiliskipulagið og fyrirtækin bara gerir betur og stækki vissi og veiti góða þjónustu og við erum mikið þjónustu samfélag. Þannig að mér er bara synd að það er ekki einu svona sett hringtork einhvern tónan setna, það er bara tekið út. Þannig að það er engin metnaður fyrir Austurland. Og ef það kæmi nú hringtork þá myndi það nú kannski bara íta á eftir því að við fengjum kannski loksins Lagarfljótsbrúna. Og það hefur verið komið inn á það með brýrnar og þungaflutninga. Jökulsá á fjöllum og við séum auðvitað eyja, það má horfa á þetta þannig. En hugsi ykkur að staðan sé svona slæm, hún er búin að vera svona slæm, en samt, hleypir fólk þessu í gegn á Alþingi og ákveður þetta bara. Þannig að mér finnst þetta mjög sárt að vera með svona ótrúlega litlar framkvæmdir. En svo er það líka bara eins og fjármagn í uppbyggingu tengivega, það vantar það eins og bara síðasta sveitarstjórnarfundi eins og við tókum fyrir. Þá var það í rauninni grunninn lá fyrir samtal sem að Vegagerðin átti við umhverfis- og framkvæmdaráð. Ég var nú ekki þar inni en það vantar bara fjármagn til þess að standa betur að þessu, þannig að viðhaldi vega. Og svo er það náttúrulega, má nefna líka bara eins og fjarskipti, ef við tökum bara Austurland, þetta er náttúrulega bara all land og sérstaklega á landsbyggðinni. Við gerum skýrslu í Sambandssveitarfélagi Austurlandi og mjög öfluga skýrslu til þess að fara í greiningu á hvernig fjarskiptin væru á Austurlandi. Og niðurstaðan þá var að það vantaði í rauninni 7 senda til þess að tryggja fjarskipti á Austurlandi. Og fjarskipti, þetta skiptir bara gríðarlegu máli ef eitthvað kemur fyrir. Hvort sem Öxi eða Fagradal eða hvernig það er, að það er bara ekki hægt að hringja í neyðarlínuna. Ég hugsa bara hvar liggur forgangsröðun fjármagns hér á landi.
Ef það er ekki öryggi og samgöngu innviði og heilbrigðismál og hvert fara fjármunirnir, ég segi ekki annað. Þannig að og frá þessum tíma þá búið að leggja niður 2G og 3G og maður sér það bara víða sveitir, fólk bara, það nær bara ekki sambandi, það bara getur ekki hringt 112 ef eitthvað kemur fyrir, var heilablæðingu eða hjartastopp eða hvað sem það er. Þú veist, ég bara átta mig ekki á þessu, þá fá fjarskiptafyrirtækin, ég veit ekki hvað mörg ár, 4 ár til að bregðast við núna, það er bara aðeins að fara að hrista upp í hlutunum á Alþingi og ég veit nú ekki hvað ég get mikið gert á viku, en ég tel bara byggt á baráttunni okkar og allt sem við erum að gera og samstöðunni og þú veist, við þurfum bara helst bara öll hér inni að fara að bjóða okkur á þing svo að Austurland geti stigið aðeins upp. Nei, ég bara veit ekki hvað þarf til, en ég ætlaði bara að koma inn á það að það skiptir gríðarlegu máli að fá eins og ég vil ekki tala niður hringtorg hér. Það skiptir okkur gríðarlega máli. En þarna erum við bara með einhver smá fjármuni sem við erum að ýta á milli til að koma einhver stað. En Öxi fer ekki að staði þetta. Þetta er bara langt fram í framtíðina sem eru einhver smá fjármuni settir þarna inn. En þetta hefði allavega skellt upp hringtorgi, mögulega ýtt og eftir Lagarfljótsbrú. En við erum alltaf bara að berjast fyrir alla okkar byggðakjarna, við öflugum samgöngum. Það hefur verið komið inn á það að þessi sveitarfélög sameinuðust með því að það átti að fara í að efla samgöngur á milli byggðakjarna. Það hefur alltaf verið með allar þar sameiningar sem hafa farið fram. Ríkið hefur alltaf staðið við það, þangað til núna. Ég læt þetta duga. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Svaðsdóttir lokið máli sínu, næstu er Ponti Guðmundur Björnsson, sveitarstjórnarfulltrúi Kjörsveit. Fleiri sem vilja setja svo mælendaskrá til þessum leið. Kæri forseti og annað gott fundafólk. Ég þakka þann heiður að fá að koma hérna fram á mínum fyrsta sveitarstjórnarfundi og hlakka bara til samstarfsins með ykkur öllum. En ég tek undir það sem hefur áður verið sagt í þessu máli, en sérstaklega það að traust okkur til hins opinbera er algjörlega laskað og meira minna allt síðasta kjörtímabil fór í að verja okkar málstað, en þrátt fyrir mikla samstöðu er ekki hlustað. Þá finnst mér einsýnt að við þurfum bara að gera enn betur sjálf og blása til sóknar, ekki bara í samgöngumálum heldur á öllum sviðum. Og ég er þess fullviss að það er óvíða jafn mikil tækifæri til að byggja upp gott samfélag eins og í Múlaþingi og við þurfum að nýta það. Takk fyrir. Björnsson hefur lokið máli sínu. Fleiri er eitthvað mælendaskrá, er einhverju sem að síðustu stundu velja að hoppa á hana. Þóra Birna Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir sveitarstjórnar meðlimir. Mig langar aðeins að koma inn á þessa samgönguáætlun og mikið verið talað Axarveg og Fjarðarheiðargöng, gríðarlega stór og mikilvæg mál. En í Múlaþingi erum við líka, við erum víðfemt sveitarfélag með marga sveitarvegi og Berglind og fleiri komið hérna inn á þá fjármuni sem eru veittir eru bara í viðhald og innviði á þessum vegum. Og það er aðeins komið inn á það í skýrslunni að það sé verið að vitna í gamlar umferðartölur og ég get alveg bara trúa því vegna þess að maður verður ekki mikið var við talningu á umferð þessa vegi. Sjálf bý ég þannig að ég verð mikið vör við umferð Hellisheiði og maður sér það bara leið og Hellisheiði opnar hvað umferð sérstaklega norrænu eykst vegna þess að menn eru að fylgja þessari strandlengju sem maður er búið að auglýsa svolítið vel upp sem svona túrisma. Eins verður maður mjög vel var við það að það er búið að merkja sem sagt inn í Google Maps og önnur svona leiðsagnaforrit að stysta leiðin frá Mývatni á Borgarfjörð eystri sé Hróarstungu. Og þessi aukna umferð bara eins og þann veg Hróarstungu og yfir Eyjarnar skilur okkur bara eftir með ónda vegi. Slitlagið Eyjarnar yfir Héraðsenda er bara ónýtt. Þú veist, það er í verra ástandi heldur en malarvegurinn út Tungur. Og af því að Berglind kemur líka inn á símasambandið og þessi fjarskiptamál, þú veist, þá er það náttúrulega skítlegt að lögbýli séu skilin eftir bara fjarskiptalaus.
það sé bara lagt niður eitthvað kerfi og þér bara gert að þú bara að uppfæra þinn búnað og ef þú ert heppinn að þá nær 5G sambandið heim til því. Og þetta bara staða sem að margir í okkar sveitarfélagi búa við og eru kannski ekkit endilega að hafa orð á því. En maður sér það í þessari samgönguáætlun, það lítið hugað að aukinni þjónustu við vetrarþjónustu, það lítið hugað að viðhaldi vega og mér var nú eiginlega hlátur í hug þegar ég tók fram úr vegheflinum við Urriðavatni í gær og ég hugsaði, hvað er hann að fara að hefla? Það engin burður í vegunum, þú veist, til að hefla. Þannig að kannski mætti bara, væri bara betra að spara peningin í því að hefla veginn sem eru ónýttir fyrir. En ég láta þetta duga í bili. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þóra Birna Jónsdóttir hefur lokið máli sínu, næstri pontu er Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi og ég ætla bara að loka mælendaskrá. Mælendaskrá er lokað. Góðan daginn, kæra sveitarstjórn. Ég ætla ekki lengi þetta mikið en þetta er komið í sem samgönguáætlun er komin til umræða í þinginu sem er ágætt og það er nú streyma inn, ég síðast kíkti komin ein breytingartillaga í samgönguáætlun til að 1287 frá Njáls Trausta Friðbertssyni sem er að reyna að tryggja það að það sértekjur sem Vegagerðin færa af varaflugvallagjaldi skili sér í hlutverkið sem er það að byggja upp varaflugvalli, eitthvað sem maður myndi halda væri bara nokkuð basic eða nokkuð eðlilegt. En það er verið að styrna svona 50% frá því það sem skila sér í gjaldinu og það sem er sett frá samgönguáætlun. Hitt fer bara í hítuna. Og þessi umræða er farin af stað og ég bara hvet að ég held allir íbúar Austurlands séu mjög upptekna því hvernig þetta fari. Að maður fylgist bara með hvað verður gert þarna og skrifað og ritað og sagt og samþykkt. Og ég held að það sé kannski bara verkefni okkar næstu vikurnar að fylgjast með því. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Mælendaskránn í 10. lið fundarins er tæmd og mál fyrsta sveitarstjórnarfundar nýrra sveitarstjórnar eru því öll fram komin og ég ætla að slíta fyrsta fundi. Það er ekki að bera til samþykktar tillögum. Já, ég var ekki það rétt. Tillagan er ekki samþykkt. Ég tilkynnti bara að ég ætla ekki að bera hann upp aftur. Herðu, þeir sem samþykkja tillöguna í 10. lið samgönguáætlun réttfönd. Samþykkt samhliða. Þar með er dagskrárfundarins tæmt og ég slít fundi.